Hvar erum við stödd? Við erum stödd núna í Fjóshelli sem er á Ægisíðu. Ægisíða er bær hérna á bökkum Rangár, bara hinum við ána frá Hellu. Og hvað er þetta? Þetta eru hellarnir við Hellu, manngerðir hellar sem við erum hér að sýna í skipulegum ferðum með leið sumarni. Hvernig er þessi hellir öðruvísi en einhver annar? Hér inni eru vísbendingar að hafi farið fram einhvers konar helgihald kristið, þar sem að hér hangi kross og margir krossar ristir inn í bergið. Og hér eru kertasillur hafnar inn í veggina og hér er altari og ýmislegt sem bendir til að hér hafi verið einhvers konar tilbeiðslur sem hafa farið fram. Og er þetta bara notað sem ferðir eða hvernig er þessi helli notað? Við leigjum þennan helli út, já. Hér má til dæmis bóka brúðkaup. Það er hægt að gifta sig hérna inni. Hér hafa verið haldnir tónleikar, hér hafa verið fluttir leikverk, svona innþáttungar. Hér hefur verið uppistand og ýmislegt annað sem við reynum að nýta þennan helli í. Þetta hefur verið svolítið falinn fjársjóður, þessar hellar, og við sjáum það bara í hvert skipti sem koma hérna hópar af Íslendingum að ég fæ alltaf að heyra af hverju vissi ég ekki af þessum hellum? Af hverju ég heyrum þetta fyrst núna? Já, sagan á bakvið það er náttúrulega að einhverju leyti óþekkt og svolítið dularfull eða svona dulúðleg af því að við vitum að þeir eru mjög gamlir, þessi hellar, og sum af þeim er hægt að staðsetja einhvern tímann í víkingatíma, en einhverjir af þeim, og sennilega þeir allir, eru eldri en það. Og það er svona það sem við göngum út frá og færum rök fyrir því hérna í ferðunum okkar, að þeir séu í rauninni töluvert eldri heldur en norrænt landnám á Íslandi. Og hverjir haldið þið að hafi búið á til? Ég ætla kannski ekki að segja það. Nei, ok. Við höldum að það hafi verið önnur þjóð en víkingar og hérna hafi verið annað fólk sem var hér á undan. Ok. Og hvað finnst þér svona, hvað er það merkilegasta, finnst þér, við þetta? Við hellana? Vá, allt saman. Stærðin á þeim og þetta frábæra handverk, lögunin á þeim og hvað eru misjafnir, augljóslega gerðir með sikka tilgangin í huga. Þessir 12 sem við höfum hér, ég hef nú bara séð 4 af þeim, þessar 4 sem eru opnir, en þeir eru mjög stórir og mjög ólíkir og við erum að reyna að fikra okkur svolítið áfram í hérna að finna út svona upprunalegan tilgang af því að þeir hafa mjög ólíka eiginleika en handbragðið hérna er frábært og mjög gaman að sjá bara að því þetta er allt gert með svona litlum handverkfærum. Það er enga vélar og það er ekkert stórtækt sem kemur hérna að. Þetta er bara þolinmæði og verkvit að búa til hella. Og hvað heldur þetta hafi verið notað fyrir í gegnum árin? Hér á Ægisíðu hefur þetta verið notað í búskapinn. Allir hellarnir og á Íslandi eru 200 hellar, eða 200 hellar og þeir eru allir hérna á Suðurlandi og þeir hafa sennilega allir verið notaðir í búskap og þá sem hlöður, fjárhús, matargeymslur og búrverkfærageymslur og annað því líkt. Þetta eru kaldar geymslur, þær eru algjörlega veðurheldar og hitast í alltaf jafnt hérna inni, þannig að það nýtast í mjög margt og eru mjög langan tíma eru hellar bestu hús sem Íslendingar höfðu völ á. Þeir eru, torfhúsin lágu og þau stóðu mjög stutt en hellarnir þeir standa endalaust og þau eru, það er algjör skjól fyrir vindi, það er algjör skjól fyrir regni, þannig að þú kveikir eld smá bál inn í helli að þá ertu bara komið með hlýjan og þurran íverustað. Heldur þú að þetta búið í þessu í dag? Það er allt hægt, já. Hvort einhver myndi láta bjóða sér það endilega er önnur saga. En það væri gaman að leyfa fólki einhvern tímann í framtíðinni þegar við erum búin að útfæra það að prófa að gista í hellum til dæmis. Við erum ekki komin svo langt, en það væri mjög skemmtilegt. En úr hverju er þetta gert? Hvað er þetta? Þetta er hinn íslenski sandsteinn, svartur sandsteinn sem þetta er höggið út í, sem er bara svartur sandur, gosaska og annað sem verður þjappast hérna á ísöld.
nútíman og harðnar svo þéttist og harðnar með tímanum og orðið þetta berg sem við höfum í dag. Þetta er mjög mjúkt, mjög viðkvæmt, það er mjög auðvelt að vinna með þetta og það er líka mjög auðvelt að skemma hellana og þess vegna leyfum við til dæmis engum að koma við veggina hérna inni. En það er greiðlega búið að gera það, ekki? Já. Fyrir 2016 þá var fólk ekki mikið að kannski agnóast út í það þótt eitthvað skildi eftir þessi ummerki hérna en nú er alveg búið að friða hellana og við mögum ekkert, það má enginn koma við lengur. Svo nú eitthvað spennandi meira heldur en nöfn inn í hellanum. Getur þú sagt mér aðeins frá því? Já, við höfum fundið norrænar rúnir á einum stað í helli. Við höfum fundið andlitsmyndir, mögulega víkingum eða, já, svo sem hún er aðeins skemmd, það er erfitt að segja. Við höfum fundið krossa, alveg ofsalega mikið af krossum. Og svo eitthvað svona tákn sem við erum ekki endilega búin að greina. Og það er mjög erfitt að lesa í sandsteins, í risturnar sem eru gerðar hérna, af því þetta er gert á mjög löngum tíma og stundum oní aðra og svo eru skemmdir sem koma fram. Þannig að hérna, það var erfitt, þetta er ekki mjög skýrt hvað hver rista er eða hvað hann táknar, en það er mjög gaman þegar maður finnur eina heila sem maður getur lesið vel úr. Og það er ekki hægt að finna út hvenær hún hefur verið gerð? Nei, það er nefnilega ekki hægt. Það er ekki hægt að aldursgreina sandsteinsristu af því að það er engin öldrun í rauninni sem á sér stað hérna inn í hellinum. Og yfirborðið það er ekkert öðruvísi heldur en það sem er undir. Þannig að ef þú gerir nýja rispu í sandsteinin að þá ertu bara komið með sama yfirborð þar eins og er á veggnum. Og hefur þú ekkert að gera það? Nei. Hefur aldrei fristast? Nei. Nei, mér langar það ekki. En hvernig líður þér að vera hérna inni? Stórkostlega, algjörlega. Mér finnst að þú færðir einhvern veginn einhverja svona sögu, einhverja tengingu alveg beint í æð þegar þú ert inni. Þetta er alveg ólýsanleg tilfinning og ég kem inn á hverjum degi og mér finnst þetta ennþá jafn stórkostlegt, sko, að vera hérna inni.